Og við skulum bara kynna lið kvöldsins. Í lið Keflavíkur nr. 1 Ásta Vigdís Guðlaugsdóttir, nr. 2 Þóra Kristín Klemensdóttir, nr. 3 Natasha Mora Anasi, nr. 6 Claudia Nicole Kagnina, nr. 10 Dröfn Einarsdóttir, nr. 11 Kristrún Ýr Hólm, nr. 14 Selín Rúm, nr. 15 Arndís Snjólaug Ingvarsdóttir, nr. 16 Ísabel Jasmín Almarsdóttir, nr. 17 Pála Ísabel Jermino Matnik og nr. 19 Sigurrós Eir Guðmundsdóttir. Lið Víkinga í kvöld þannig, nr. 1 Halla Margrét Hinriksdóttir, nr. 2 Dagmar Pálsdóttir, nr. 4 Brynhildur Vala Björnsdóttir, nr. 6 Miss Elíasdóttir, nr. 7 Dagný Rún Pétursdóttir, nr. 8 Stefania Ásta Tryggvadóttir, nr. 17 Svanhildur Ylva Dagbjörnsdóttir, nr. 18 Þóranna Inga Ómarsdóttir, nr. 19 Erla Tara Jónsdóttir, nr. 22 Nadia Atladóttir og nr. 23 Hulda Ösp Ágústsdóttir. Dómarar kvöldsins eru Tómas Wolfgang Mayer og honum til aðstoðar það Björn Ingvar Guðbergsson og Ronaron Wangma Hatai. Á bekknum kvöldsins Keflavík Tóta Svansdóttir, Sara Petra Annarsdóttir, Arnhildur Hildur Kristjánsdóttir, Ester Breiðarsdóttir, Herdís Birta Sölvadóttir, Anna Björnsdóttir, Sölvadóttir Magnúsdóttir. Formanlega Víking skipa Elísa Gína Ómarsdóttir, Björn Jóna Ómarsdóttir, Alice Anna Rosenqvist, Ólöf Hildur Tómasdóttir, Anna Karin Þórsdóttir og Halla Hrund Ólafsdóttir. Leikurinn í kvöld síðasti heimaleikur Víkinga á þessu tímabili og við viljum heyra vel í ykkur. Áfram Víkingur! Þjálfari kvöldsins hjá Keflavík Gunnar Magnús Jónsson og honum til aðstoðar Haukur Benediktsson. Liðsfélag Víkings John Henry Andrews aðþjálfari og aðalþjálfari Theodór Einarsson. Góðan og blessaðan dag, kæra fólk. Afsakið seinkunina á lýsingunni. Smá tæknilegir örðuleikar hjá okkur hér í dag. En leikurinn auðvitað hafinn á Víkingsvellinum, Víkingur Reykjavík gegn Keflavík. Keflvíkingar auðvitað komnar upp deild eftir að Haukar töpuðu í gærkvöldi 3-0. Við fara snögglega yfir byrjunarliðið Víkings. Svona nr. 1 Halla Margrét Hinriksdóttir, nr. 2 Dagmar Pálsdóttir, nr. 4 Brynhildur Vala Björnsdóttir, nr. 6 Mist Elíasdóttir, nr. 7 Dagný Rún Pétursdóttir, nr. 8 Stefania Ásta Tryggvadóttir, nr. 17 Svanhildur Ylva Dagbergsdóttir, nr. 18 Þóranna Inga Ómarsdóttir, nr. 19 Tara Jónsdóttir, nr. 22 Nadia Atladóttir og nr. 23 Hulda Ösp Ágústsdóttir. Finnsson á Víkingsstelpunum en ekkert kemur út úr því byrjunarlið Keflavíkur svona. Nr. 1 í markinu Ásta Vigdís Guðlaugsdóttir, nr. 2 Þóra Kristín Klemensdóttir, nr. 3 Natasha Mora Anasi, nr. 6 Claudia Nicole Kagnina, nr. 10 Dröfn Einarsdóttir, nr. 11 Kristrún Ýr Hólm, nr. 14 Selín Rúm, nr. 15 Arndís Snjólaug Ingvarsdóttir, nr. 16 Ísabel Jasmín Almarsdóttir, nr. 17 Pála Ísabel Jermino Matnik, nr. 19 Sigurrós Eir Guðmundsdóttir.
Þjálfari Keflvíkinga auðvitað Gunnar Magnús Jónsson og aðstoðarþjálfari Haukur Benediktsson. Dómarar þessa leiks eru Tómas Wolfgang Meyer, Björn Ingvar Guðbergsson og Ronarong Wongmahatai. Búið að vera ansi gott tímabil hjá Keflvíkingum. Eru öruggar með sitt annað sæti. Þannig að fínt spil hjá Keflvíkingum. Fastur upp á kantinn, þannig að áskallin til burtu. Ekkert sérlega langt eins og þar. Beint að varna til sig. Kemur hún fyrir markið. Fínasti bolti fyrir markið. En þessi skoppar líklega bara alveg út í kant. Það er sendingin réttur utan teig og skot en þetta er framhjá. Helli Denbæna rétt fyrir leik sem þýðir að völlurinn er rennandi blautur. Keflvíkingar að vinna skallan. Það er gert hjá Natasha sem kemur þessu. Það er flottur varnarleikur og hún er að koma sér burtu út í innkast. Fín pressa í Keflvíkingum. En aftur flottur varnarleikur. Vinnur hins vegar aftur út á vinstri kantinn og kemur að finna markið. Frábær bolti. Þessi skoppar inn í teig á Natasha og kemur skotið. Keflvíkingar eru komnar yfir fyrirgefið því. Eftir aðeins 4 mínútna leik. Sýndist þetta að vera Pála Ísabel Germína Vatnik. Nei, fyrirgefið, þetta var Natasha. Hún er að skora sitt 11. mark á þessu tímabili. Frábært mark hjá Natasha. Þetta er frábær sending upp á vinstri kantinn og möguleiki á annarri skyndisókn Keflavík. Fín sendingu út. Kemur út af þessu, snýr inn í teig. Kemur hann fyrir markið en hann á að koma sér í burtu. Ekki sérlega langt hins vegar, Natasha snýr aftur inn í teig. Leggur hann fyrir markið og Keflvíkingar næstu því komnar í 2-0 eftir aðeins 6 mínútna leik. Byrjar með stæl. Natasha skora sitt 11. mark á þessu tímabili. Mikil pressa sett á Víking og Keflvíkingar vinna boltan á hættulegum stað. Það eru flottir taktar hjá Pálu Ísabel. Kemur síðan fyrir markið en það fer að varnarmanni og í fangið hjá Höllu Margréti. Fastur bolti fram. Auðvitað skallaði burtu en Víkings konar slaka sendingu og það var svolítið mikið að þessum slöka sendingum fyrstu mínútan og hún hreinsar út í innkast.
Steina teginn. Það koma síðan vel fyrir sendinguna inn fyrir en þetta er bara önnur hornspinna. Mikill hraði fyrstu mínúturnar hér hjá Keflvíkingum. Fínt spil, Selín fær hann rétt fyrir utan teig og skotið en þetta er hátt yfir markið og truflar ekki Höllu í markinu. Bolti upp í loftið. Flikkar boltanum upp fyrir þarna en fyrir miðuna fyrirgefið en Víkingar komnar aftur með boltan. Fastur bolti og möguleiki fyrir Víkinga. Mikið pressa sett á hann á hægri kanti. Þetta er það vel og þetta er innkast sem að Víkingar eiga. Mjög vel, það var nægan tíma á boltanum núna. Ekkert brotdæmt, þetta er innkast. Þetta fer ekkert sérlega langt, þetta er möguleiki fyrir Víking. Kemur skotið, þetta er framhjá. Sýndist ást að vera með þetta alla leiðina. Lúmst skotana frá þeim. Sjalla rólaður með boltan hérna í öftustu línu Keflvíkingar. Þessi sett á þær en þetta er vel leyst. Boltan yfir á Ardísi. Þetta er fínt spil núna, Natasha. Með fínan bolta upp á hægri kanti, þetta geti verið möguleiki. Reynir að koma boltan fyrir mark, þetta geti endað inn í. Nei. Það var ekki langt frá því að verða 2-0 þarna. En þetta skoppa bara út í markspinnu. Það er fastur bolti fram. En síðan Keflvíkingar verða með þennan. Slök sending tilbaka og Víkingur komur með boltan. Kemur hann fyrir markið en ekki nægilega góður. Víkingur komur með boltan aftur. Boltinn aftur fyrir markið, skallaði burtu. Mikil pressa sett á Keflvíkinga núna. Og vögnum segja að þetta er innkast sem að Víkingur Reykjavík eiga. Sem er Víkingur Reykjavík, hann tekur að fljótt og hann brotið á henni á ágætlega hættulegum stað. Þetta gæti verið tækifæri fyrir Víking. Skotið, þetta er fínt skot. En þeir beint ástu í markinu. Fastur bolti upp í loftið.
Sallar rólegar á boltanum. Flugsending en hreinsun ekki sérlega góð. Kemur út í innkast. Ákveðlega ódekkuð þarna á vinstri kantinum. Þeir pressa á Keflvíkingum, nærma að sinna, nei. Það er innkast sem að Víkingur Reykjavík eiga. Lítið gerst hérna eftir fjörugar fyrstu 10 mínútur. Innkastið Víkingur Reykjavík heldur boltanum vel, þetta er innkast sem að Keflvíkingur eiga. Tvöfalda á hana þarna mjög vel. Síðan endar þetta bara í öðru Keflavíkur innkasti. Þannig að þetta er Sallar rólegar. Það er boltanum í öftustu línu en sendingin aðeins á föst og möguleika fyrir skyndisóknina hjá Víking Reykjavík. Þetta er fínt spil. Frábær sending á vinstri kantinn. Kemur út af þessu, boltinn fyrir markið. Það endar í skoti eða hvað? Já, Laflausu hins vegar og auðvitað fyrir Ástu í markinu. Hún snöggar kassanum fram í skyndisókn. Við erum komin að 3 á 4 eða 5. Það missir boltann aðeins svo langt frá sér. Þetta er fínt spil hérna út á hægri kantinum. Kemur hann fyrir markið en það er ná að koma sér burtu út í annan innkast. Þetta er fínu taktar rétt fyrir utan tæginn. Það sem er skotið en auðvelt fyrir Höllu í markinu. Opið hlaup en þetta er fín sending, kannski aðeins og föst og þetta enda bara í markspyrnu. Aftur mjög lítil pressa sett á öftustu línu á Keflvíkingum. Sendingin aðeins á föstin á miðjuna og það var að beint á leikmann Víkings. Fastur bolti fram, en missir á honum og þetta endar hjá Selín. Kemur endar mjög vel í burtu en Víkingur snöggar að setja pressa á þær.
Leið og fá boltan í fætuna þá sett pressu beint aftan í þær. Beint í bakið á þeim. Fín vörn, en Víkingur gerir þetta mjög vel, hann á brotið síðan á Dagný Rún. Þetta aukaspinna á ágætlega hættulegum stað. Þetta geti endað í dauðafæri. Stefáníu Ásta kemur boltanum fyrir markið. En Ásta í markinu gerir þetta mjög vel. Síðan aftur snögga kastunum út á hægri kantinn. En boltinn rennur bara svo mikið á þessum velli. Eins og við sjáum akkurat þarna. Og svona þess að það sending þarna og fer undir Kristrúnu. Þetta fín sending en þetta enda bara á Natasja sem skallar þetta í burtu. Framlengur þetta síðan. Og Natasja með boltan, það eru konar 3 og 3. Fastur bolti upp á hægri kantinn en sýnist Halla vera að ná þessum. Það kemur vel út á móti. Og hendur þessu, sparkar þessu bara út í innkast. Þetta innkast, nei en að markspinna bara sýnist mér. Eða hvað? Nei. Þetta er hornspinna. Snögg að taka hana. Bolti fyrir markið en þess að reyna að skalla hann inn fyrir. Gengur ekki. Það er halda boltanum inn í teig. Kemur síðan fyrir markið aftur en enginn á fjær til að leggja þennan í netið. Natasja eins og með boltan á vinstri kantinu kemur fyrir markið. Fínasti bolti en frábær varnarleikur. Og Víkingur Reykjavík náðu að koma sér í burtu. Frábær sending hjá Natasja þarna. En innan ferðina eru Víkingur að standa sig í vörninni. Það hefði auðveldlega getað farið inn. Þetta er bara markspinna. Með fastan bolti upp á kantinn en Selín fer hann svo hart í bakið á henni. Og Nadia er að fá nokkuð ódýra aukaspinnu en svona skiljanlegt. Hérna er aukaspinnan. Boltinn fyrir markið og þetta endar hvar rétt fyrir utan markið en frábær tækling og þetta er hornspinna. Frábær varnarleikur hana hjá Keflvíkingum. Keflvíkingar elska að skora á 37. til 40. mínútu. 9 mörk komin á þeim tímabili.
Hún hár bolti en hann á að skalla í burtu og engin pressa sett á hann á möguleiki. Eða hvað? Keflvíkingar komast vel inn á milli þarna. En góð pressa sett á þær og Víkingur komnar aftur með boltan. Hefur fastur bolti inn fyrir aftur. Skallaði burtu. Hefur fastur bolti upp á hægri kantinn. Bara fullkomin sending og þetta gæti verið annað mark leiksins. Bolti fyrir markið Natasha. Með skotið framhjá. Sendingin kannski aðeins fyrir aftan hana. Þarf að teygja sig svolítið í þennan bolta. Og ég er bara óheppinn að hafa ekki komið Keflvíkingum í 2-0. Með sínu öðru marki í þessum leik. Og þetta er möguleika skyndisókn núna hjá Víking. Fín sending og móttakan svíkur hana aðeins en Víkingur komur aftur með boltan. Keflvíkingar fann að stíga upp núna í pressu og þetta er ekkert sérlega góð sending sem enda bara í innkasti. Og það er Selín. Það er fínt spil núna hjá Keflvíkingum. Boltinn kominn upp á hægri kantina á Arndísi. Kemur hún fyrir markið, fínasti bolti. Skallinn en nær ekki og nógu miklu á þennan skalla og þeir endar síðan bara í öðrum varnarmanni hjá Keflvíkingum og í markspinnu síðan. Það var boltinn fram endar hjá Natasha. Snertin ekkert sérlega góður en móttakan hjá Víkingum ekkert sérlega góð heldur. Víkingar komnar aftur með boltan. Mikið pressa sett á þær. Það er góð vörn hjá Keflvíkingum, þetta er innkast. Vel gert hjá Víkingum. Fín snúningur hjá Nadíu. Síðan reyna að koma hann upp en flottur varnarleikur hjá Þóru. Komur í hreinsunni þarna en kemur ekki upp á. Og Keflvíkingar geta sótt hratt núna. En aðeins og fastur bolti og hún sendir þennan bolta bara út í innkast. Vel gert henni hjá Keflvíkingum. Isabel reynir að koma fyrir markið, boltinn endar líklega bara í hornspyrnu, já. Það er aðspinnan. Kemur boltinn fyrir markið, þetta er hár bolti. Hins vegar yfir allan pakkan en hefur nægan tíma núna á vinstri kantinum. Kemur hann aftur fyrir markið, skallaði burtu og möguleiki fyrir Víking núna. En snýr inn í 2 varnarmenn og Arndís gerir þetta mjög vel. Þetta er enga sem að Keflvíkingar eiga.
Það skemmtileg snerting núna hjá Keflvíkingum. Snýr vel á hana. Pála gerir þetta mjög vel, kemur hann fyrir markið, en aftur fer þetta í gegnum allan pakkan. Vantar auka leikmann þarna að skjóta. Þannig kemur skotið en það hátt yfir markið. Boltinn hár aftur. Móttakan ekkert sérlega góð en Keflvíkingar komnir aftur með boltann. Síðan brotið á Ísabel. Með snögg að taka á Pálu Ísabel. Þetta er frábært spil hjá Keflvíkingum. Boltinn er á vinstri kantinum fyrir markið. Aftur vantar Keflvíking þarna til að skalla þennan inn. Og nú er möguleiki á skyndisókn hjá Víking. Það er komin fyrir markið en Selín lest hennan bara eins og opna bók. Og nær að koma sér í burtu og það sem er góða móttöku. Og leysir síðan vel út úr pressunni. Kláti að missa boltanina en móttakan að svíkja Víkingana þannig. Engin pressa sett á Keflvíkingana. Sumarsendingar verið aðeins of fastar hér í dag. En engar hafa endað í neinu slæmu. Svo það er aðeins og full sending og þetta er bara markspyrna. Það er möguleiki núna fyrir Víking. En flottur varnarleikur hjá Andísi, hún kemur þessu út í enn eitt innkastið. Keflvíkingar komnar aftur með boltann, mikil pressa sett á þær. Mikið barist boltann hins vegar og þetta er innkast sem að Keflvíkingar eiga. Hvít snúningur en Víkingur komnar aftur með boltann. Brotið síðan á henni. Augnablik er yfir gegn Aftureldingu hér á sama tíma. Keflvíkingar lítið geta haldið boltanum þessar seinustu mínútur. Það er ekkert brotið á henni í teig þarna, segir dómarinn. Það er að Kláttía. Hún er að leggja tilbaka og mikil pressa. En hún var að lesa þetta vel. Langur bolti fram en það er sem nær ekki skallanum.
Móttakan ekki sérlega góð en Claudia kemst í boltan. Víkingur komur aftur með boltan hins vegar. Það fastur bolti fram en auðvitað fyrir Þóru. Snögga spil síðan inn í miðjuna á Ísabel út á Arndísi. Arndísin að koma honum upp á Dröfn Einarsdóttir sem gerir þetta frábærlega en frábær tækling og þetta hornspyrna sem að Keflvíkingar eiga. Það styttast í marka mínúturnar hjá Keflavík. 9 mörk skoruð á þessum 10 mínútum frá 37. til 47. mínútu í fyrri hálfleik. Kemur bolti fyrir markið, skallinn, Bjarg á línu en þetta endar, hvað þetta endar inni og Keflvíkingar komnar í 2-0. Sá ekki alveg hvað skoraði, gæti verið Þóra. Sá ekki alveg hver skoraði. Finnst það líklegt að það hafi verið Þóra Kristín Klemensdóttir. Það staðfest frá dómarunum að það var Þóra Kristín sem skoraði þetta mark. Hún skilur sér rétt hennar fyrsta mark á þessu tímabili. Þetta fínt spil hún hjá Keflvíkingum. Ná að koma sér burtu hins vegar. Slæm sending þarna og Víkingur komnar aftur með boltan. Það augljóst brot þarna að þeim. Víkingur verið mikið með boltan en hafa ekki getað gert mikið með hann. Þetta góð pressa en Víkingur komur aftur með boltan. Fastur bolti en sýnist Þóran á þessum nokkuð auðveldlega. Kemur síðan út í innkast. Góð pressa þannig að þetta hlýtur að vera hornspyrna sýnist mér. Já. Hornspyrna sem Víkingur eiga. Þetta tækifæri til að minnka muni núna fyrir Víkinga. Kemur bolti fyrir markið, fínasti bolti, skallega burtið af Natasha. Og þetta eins og vel gert hérna hjá Pálu. Það svo lengi á boltinum kannski. Það er svo fastu bolti, þetta innkast sem Víkingur eiga. Þetta lengi á boltanum þarna. Missti boltan út fyrir og þetta innkast sem Keflvíkingar eiga. Innkastið fyrir yfir alla miðjuna. Og Dröfn gerir þetta frábærlega. Getur hún komið boltanum fyrir markið, það gerir hún. Hún kemur fast skot reyndar en það endar í markspyrnu. Komin á markatímann hjá Keflavík. 9 mörk á þessu tímabil á þessum 10 mínútum, 46 til 46. Slæm sending og Keflvíkingar geta sótt hratt núna. En sendingin ekkert sérlega góð frá Claudiu og Víkingur komur aftur með boltan. Þetta góð móttaka, hún að halda boltanum vel. Þetta fínt spilin hjá Víking, þetta möguleiki, kemur skotið en þetta
Enda bara í fanginu hjá Ástu í markinu. Það er fastur bolti fram aftur. En endar aftur hjá Víkingum. Sendingin hins vegar ekkert sérlega góð frá Töru. Og Keflvíkingar leysa sallarólega út úr þessu. Þetta er fínt spil hún hjá Keflvíkingum. Natasha brýtur ekki á henni, komin upp vinstri kantinn. Kemur honum út á Pálu sem tekur skotið og þetta er 3-0. Pála Ísabel er að koma Keflavík í 3-0 á þessum 10 marka mínútum. Pála að skora sitt 8. mark á þessu tímabili. Nei, sitt 7. mark fyrirgefiði. Keflavík komið í 3-0. Eftir 40 mínútna leik. Víkingar komnar aftur með boltana eða hvað? Nei, Keflvíkingar ná komið sér burtu. Aradröp. Sendir á Kládíu. En móttakaðan ekkert alveg sérlega góð og Víkingar komnar aftur með boltan, hins vegar er sendingin slæm og Keflvíkingar komnar aftur með boltan. Og þetta er fínt hlaup núna upp vinstri kantinn. Og kemur út úr þessu, kemur hann fyrir markið. Þetta endar hjá Natasha rétt inn í teig, reynir hælskot en þvílík varsla hjá Höllu Margrét í markinu. Frábær varsla hjá henni þannig að nú Natasha ekki langt frá því skora sitt annað mark í þessu leik, sitt 12. á þessu tímabili. Kemur bolti fyrir markið, fínasti bolti, kemur skallinn en fer af varnarmanni Víkings og þetta er hornspyrna. Taka hornspyrna stutta. Tæktarnir kannski aðeins svo miklir og hleypur þennan bolta bara út í markspyrnu. Nú er boltinn fram. Natasha vinnur skallan. Það enda líklega hjá Dröfn, sýnist mér. Eða hvað? Nei. Það er vel gert hjá varnarmönnum Víkings. Og enga sem að það eiga. Keflvíkingar setja samt mikla pressu á þær og slæm sending. Endar á Natasha sem reynir skotið bara. En það er auðvitað fyrir Höllu Margrét í markinu. Að gera láta reyna þegar þú ert 3-0 yfir. Langur bolti fram en aftur endar þetta Keflvíkingum, hins vegar er skallinn ekkert sérlega góður. Tara kemur honum fyrir markiðina en það er ekki að taka mót honum, koma sér burtu en Víkingar vinna boltan aftur ofalega á vellinum en senda síðan aðalegin tilbaka. Keflvíkingar sallarólegar. Það haldur hann inn að sendingin ekkert sérlega góð, hins vegar er móttakan einnig ekkert sérlega góð og Keflvíkingar aftur komið með boltan, fínasti bolti hérna inn fyrir á Natasha, þeir eru konið 3-2. Natasha gæti skorað sitt annað mark í þessu leik, tekur með skotið og Keflavík er komið í 4-0 á 43 mínútum. Natasha að skora sitt 12. mark á þessu tímabili og Keflvíkingar komnar í 4-0. Frábær skyndisókn hjá Keflvíkingum þannig að
og þvílík skemmtun sem Keflvíkingar eru að fá. Fastur bolti fram, skallaði burtu, það var Natasha. Kemur honum upp á Claudiu. Það var Pála Isabel. Móttakan ekki sérlega góð og Víkingur geta sótt núna. En góð pressa hjá Pálu Isabel. 3 mörk á þessum 10 mínútum. Við sjáum hérna frábær bolti inn fyrir, þetta gæti verið 4. markið á 10 mínútum. En sendingin aðeins fyrir aftan Sigurrós. En Kristrún kemur boltanum fyrir markið. Kemur skallinn, en þetta er framhjá, þetta er bara markspinna. Réttir mínúta eftir af þessum fyrri hálfleik. Mínus þetta uppbótartímanum. Þessi bolti endar af Keflvíkingum aftur nokkuð ofarlega á vellinum. Geta þær skorað 5. í fyrri hálfleik, kemur bolti fyrir markið en aðeins og fastur. Og þetta endar í fangunni hjá Höllu Margréti. Fastur bolti fram aftur. Keflvíkingar vinna skallan hins vegar, það er ekkert sérlega langt hins vegar. Þetta er góð tækling hjá Víkingum. Það er hins vegar mjög góð, þetta er innkast sem að Víkingar eiga. Venjulegur leiktími liðinn hér í fyrri hálfleik. Móttakan ekkert sérlega góð og hann er að flauta til hálfleiks. Víkingur Reykjavík 0, Keflavík 4, Natasha með 2. Sem er það Þóra með 1 og Pála Isabel með 1.
Go and get it, you. Yeah. Það verður velkomin aftur á Víkingsvöllinn. Þar sem Keflavík leiðir 4-0 yfir Víking Reykjavík. Smá tæknir örðuleikar hér í byrjun seinni hálfleiks. Þar sem allt rafmagnið datt algjörlega út. En við erum komin aftur. Við vorum akkurat að sjá Keflvíkinga fá dauða færi. Kemur bolti fyrir markið. Skallaði burtu, endar beint hjá Selín. Hann gerir vel. Skotið sem hátt yfir markið. Langur bolti fram frá Víking. Boltið skopparinn á, en þetta komið í burtu. Við verðum kastið henni upp vinstri kantinn. Ná komum sér í burtu. Það er mjög fínt spil núna en sendingin ekkert sérlega góð endur hjá Natasha. Aftur á Natasha. Kemur honum fyrir markið, fer enginn í hann. En þetta endar bara á vinstri kanti og síðan í hornspyrnu. Hann gert því að Claudio ná þessum bolta. Þetta er möguleiki fyrir 15 mark Keflavíkur. Kemur bolti fyrir markið. Hann er að kýla sér burtu, skalla aftur inn í teig. En síðan flott hreinsun hjá Víking. Það er fínt spil núna, möguleika skyndi svo. Fastur bolti, vinstri kantinn, kannski aðeins of fastur. Þetta enda bara í markspyrnu. Hættulega sendingarna. Stálhæfnar að hafa ekki fengið þetta í netið. Þetta er frábær sending, kannski aðeins of föst. Þetta endar í innkasti. Biðjumst aftur afsökunar á smá seinkun í þessum seinni hálfleik. Sem að rafmagnið datt algjörlega út. Þetta er fínt skalli upp á Dröfn. Móttakan ekkert sérlega góð.
Hún komið svo út í innkast. Bara Pála. Það er fín sending og skot síðan en þetta er yfir markið frá Isabel Jasmín. Útsparkið ekkert sérlega langt og Keflvíkingar komnar aftur með boltan. Það er langur bolti frá með þetta endar. Já, bara hjá Þóru sem kemur svo út í innkast eða hvað. Nei, það ná að halda sig inn á. Þetta skipti fer út í innkast og það er Víkingur. Það er tvöföldskipting á Keflavík sýnist mér. Það er nummer 7 Kara Petra Aradóttir og nummer 26 Amelía Rún Fjellsteð sem er að koma inn á fyrir nummer 6 Claudia Nicole Gagnica. Og það er einnig Sigurrós Eir Guðmundsdóttir sem er að koma að velli. Það er langur bolti fram frá Keflvíkingum. Það með síðan og góð tækling. Þannig að Amelía Rún liggur inn aðeins eftir. Það er ekki góða frétti fyrir hana ef hún þarf að fara að velli og nýkomin inn á. Sýnir svo vera að standa upp eins og er. Þetta er bara innkast sem að Víkingur Reykjavík eiga. Og Natasja er að gera þetta mjög vel. Það var að Kara Petra. En sendingin nokkuð slök en Andís finnur boltan aftur mjög hátt upp völlin. Boltan endur inn á Natasja. Natasja reynir að koma hann inn fyrir hann á teig en ná komið sér burtu. Selín setur mikla pressu á Víking og Keflvíkingar komur aftur með boltan. Þetta er bara samfallið tilbaka og Ásta sparkar þessi burtu. Ekkert sérlega langt hins vegar og Víkingar komur aftur með boltan. Sendingin slæm en Víkingar að halda boltanum. Eftir erfiðar sendingar frá Víking. Brótið síðan á henni þannig að Kristur Mýr að brjóta af sér. Það er möguleiki fyrir Víking. Kemur bolti fyrir markið, fínasti bolti. Skallinn niður, þetta enda líklega bara í fangunni á Ástu. Það er snögg að sparka honum fram.
Boltinn skoppar inn á vinstri kantinum, en þetta er vel gert hins vegar hjá Svanhildur Ylfu. Kemur sér fyrir markið, skallað yfirir. En Andís gerir þetta frábærlega. Skýlir boltanum mjög vel og kemur sér síðan í burtu. Andísi. Þetta er góð sending hins vegar og Víkingur komnar í þetta hættulegt færi, hún tekur skoti en þetta skoppar auðveldlega í fangið hjá Ástu. Bolti hátt upp í loftið. Endar hana hjá Dröfn út af vinstri kanti. Þessi setta á hana hennar að hlaupa af sér. Natasha upp á Pálu. Pála þessi bara með flotta takta, er komin inn í teginn, leggur hann út á Natasha sem tekur skotið en þetta er auðvelt fyrir Höllu Margrét í markinu. Þetta er flotti takta núna hjá Víking. Það er að Stefania. Það komur upp á kantinn, þetta er skallað út í annað innkast. Mikið af innkastum eins og er. Cirka hálftími eftir að þessum fjöruga leik. Fín sending rétt fyrir utan teiginn. Þetta er tækifæri fyrir Víking. Hún komin inn í teig en Andís verðs þessu frábærlega. Þetta er innkast sem að Víkingar eiga. Það fyrir einhvern á vinstri kanti. Sendingin aðeins og föst en hún er að halda honum. Pláss. Það er í kantinum, hvað ætlum við að gera? Leggur hann fyrir markið en það endar fanginu bara hjá Ástu. Víkingur er að vinna boltan mjög hátt upp völlinn núna. Það er svo lengi aðeins og þetta er innkast sem það eiga. Snöggt að taka það hins vegar. Gerir þetta mjög vel, kemst fram fyrir Selín. Reynir síðan skotið en þetta endar hjá Ástu í markinu. Nokkur skot núna sem að Víkingur hafa fengið á markið. Hins vegar auðvelt skotið nokkuð laus og auðvelt fyrir Ástu í markinu. Hún er bara beint á hana. Bara Petra er að halda boltanum frábærlega inn á miðjunni. Nú komum boltanum upp á kantinn, þar sem að Dröfn kemst ekki í hann. Mikið pressa. Það sem átak ekki sérlega góð, þetta er innkast sem að Keflavík eiga. Innkast núna inn á teginn. Ná komið sér burtu á annað innkast. Kristrúnu. Já, Ísabel fyrir ekki við. Ísabel kemur boltanum fyrir markið. Þetta er fínasti bolti á Natasha sem er skallaðan en kemur ekkert úr þessu laflaus og skoppar bara beint fyrir framan Höllu. Kemur með fastan bolta fram. Hún er búin að vera með nokkra mjög góða bolta. Síðan brotið á henni. Snögg að taka aukaspennuna. Þetta er fínasta hlaupinu upp hægri kantinn. Þetta er möguleiki. En glæsileg tækling. Og þetta er hornspinna sem að Víkingur eiga.
Möguleiki fyrir Víking Reykjavík, boltinn fyrir markið. Hár bolti, skallaður, skoppar hann í teig, hann á að koma sér burtu. Kemur annað skot en aftur laflaust og auðvelt fyrir Ástu í markinu. Aftur er snögga kast út á vinstri kantinn, þetta er möguleiki fyrir skyndisókn hjá Keflavík. Hún hægir á þessu en er að koma þessu upp. Sendingin eins var hjá Köru ekkert sérlega góð. Ná var hreinsett í burtu en beint á Pálu aftur. Þar er fyrsta snertingin að svíkja hana aðeins þarna. Mikið fram og tilbaka núna. Inn í vallarhelming Víking Reykjavíkur en það var að Dröfn á vinstri kanti, gerir þetta mjög vel. Pressan kannski aðeins svo mikil og komið sér burtu. Sallar rólega og leggur hana bara tilbaka á Ástu í markinu. Fasti boltinn upp á hægri kantinn, skallar burtu en beint á Natasha. Natasha kemur honum upp á Arndísi. Arndísi hefur nægan tíma, kemur hann fyrir markið. Þvílíkur bolti skallinn en hann er hátt yfir markið. Frábær bolti, frábær sókn hjá Keflavík. En skallinn frá Pálu Ísabel. Hátt yfir markið. Það er skipting á Víking Reykjavík. Númer 27 Ólöf Hildur sem er að koma inn á fyrir númer 4 Brynhildur Völu Björnsdóttir. Þá gera Víkingar sína fyrstu skiptingu út af fyrir leikmaður númer 4 Brynhildur Völu Björnsdóttir. Inn á kom leikmaður númer 27 Ólöf Hildur Tómasdóttir. Markmann tekið stigt og strax eitthvað pressa á hana. Þetta er fínt spil en Natasha með nokkuð slaka á móttöku. Aftur mikil pressa sett á þær í öftustu línu. Sendingin sé mjög slæm og Keflvíkingar komnar í skyndisókn en þessi móttaka hjá Dröfn er ekki alveg upp á 10. Þetta er eins og það er innkast sem að Keflvíkingar eiga. Vel, hann komið fyrir markið, komið vel fyrir og sendingin ekkert sérlega góð en þetta er alltaf hann á aukaspyrnu sýnist mér á Keflvíkinga. Bolti fram, þetta skoppar yfir Arndísi en Selín les þetta vel og kemur þessu burtu. Natasha kemst inn á milli þessara sendingar. Aftur er Keflvíkingar að komast inn í þetta innkast. Það er Natasha, hún er komin að föstum inn á Amelíu hérna. Hún gerir þetta reyndar mjög vel í að vinna hann aftur og það er Dröfn. En komast vel fyrir þetta og þetta er annað innkast sem að Keflvíkingar eiga. Aldís kastar honum. Það er Þóra með skotið og þetta gæti verið inni, nei. Fer í þaknetið þarna. Að gera að reyna þetta. Þeir eru búin að skora 1 í þessu leik.
Kemur langur bolti fram, Natasha enn eina ferðin að vinna skallaboltan. Og slæm sendingana og Keflvíkingar smá basli við að ná honum. Það komið sér burtu. Og möguleiki á skyndisókn núna hjá Víking. Sendingin hins vegar svo föst og Keflvíkingar ná komið sér burtu. Það Natasha. Það fínt spil núna. Það að Pála. Það hann tilbaka. Go on, Hilda. Again. Það vel gert hann hjá Kari Petri var að þetta Kari Petri núna. En það er svo lengi á boltanum og það tvöfald á hana. Frábær sending og þetta möguleiki á fyrsta marki Víkinga í þessum leik. Reyna að koma honum inn fyrir en fín varnarleikur. Þetta eru fínir taktar hérna hjá Víkingum. Þessi boltan Natasha að gera þetta mjög vel en hann leysa vel út úr þessu. Þessi boltan sem skoppar líklega bara í fangið í Ástu. Það er lappinnar hjá henni. Hárbolti. Aftur er boltinn að skoppin á miðjunni. Það komið sér burtu, Selín með slaka móttöku en kemur ekkert út úr því. Næsta með langan bolta fram. Keflvíkingar geta bara ekki annað en að halda boltanum eins og er. Natasha upp á Arndísi. Arndís kemur henni fyrir markið, fínasti bolti en skallaði í burtu. Arndís er svona strax pressu á þær. Keflvíkingar komur aftur með boltan, kemur hann inn fyrir á Amelíu. Sem nær boltanum út á hægri kanti. Svona bolti fyrir markið, fínasti bolti en frábæri varnarleikur. Og þetta er spinna. Kemur boltinn fyrir markið. Fínasti bolti, skallinn en hann í burtu. Og Selín gerir þetta mjög vel. Þetta fínt spil en geggjuð tækling hérna hjá Keflvíkingum. Mikil baráttu boltan akkurat núna. Keflvíkingar komnar aftur með boltan, það var Kara Petra. Fínt spil á Þóru. Þóra kemur fyrir markið og Dröfn hana í dauðafæri í rauninni. En skallinn ekkert sérlega góður. Hún er alein á fjær. Enginn að dekka hana. Þetta hefði alveg geta verið 5. mark Keflavíkur í þessu leik. Hún er langur bolti fram. Það er fínt hlaup hérna hjá Víking. Kemur fyrir markið, fer að varnarmanni og þetta er hornspyrna. Geta Víkingur skora sitt fyrsta mark í þessu leik. Kemur bolti fyrir markið, skallaði burtu af Natasha. Kemur fastu bolti upp vinstri kantinn. Kemur líka skyndisókn en kemst vel inn á milli og þetta er innkast sem að Keflvíkingar eiga. Líkunar á að Víkingur skori á seinustu mínútunum er litlar. Aðeins skorað 2 mörk á seinustu 20 mínútur leiksins á þessari leiktíð. En
Vonandi geta þeir afsannað það hér í dag. Fastur bolti fram, Pála getur vel. Good pass. Það ætlar rólega í pressunni, komið sér burtu, þetta er vel spilað. Þetta er innkast bara sem Víkingur Reykjavík eiga. Fimmtán mínútur eftir. Ekkert sérlega góð sending og Pála eru konar 3 á 3 núna. Þetta er fínir taktar, reyna að leggja hann inn fyrir en aðeins svo mikið frá henni og þetta rennur líklega bara út í innkast eða hvað. Nei, Pála nær hann ekki, frábær tækling og þetta er innkast. Boltinn út á Ísabel. Hún var hann fyrir markið, frábær bolti og Natasha! Þetta hlýtur að vera inni. Já, Keflavík er komið í 5-0. Sá ekki alveg hver skoraði þetta. Hvort það sé Natasha eða Amalia. Come on! Come on, shifting. Sýnist að vera Natasha sem fær markið. Það er skipting hjá Víking. Út að kemur nummer 23 Hulda Ösp Ágústsdóttir fyrir nummer 15 Alexandra Rosenqvist. Mér sýnist að vera Natasha sem fær markið. Það er þá þrenna. Come on! Og hennar 13. mark á þessu tímabili. Langur bolti Natasha vinnur skallan. Andís vinnur skallan. Þetta fer líklega bara út í innkast sem að Víkingur Reykjavík eiga. Keep going. Good. Það aftur upp í loftið. Testa! Selin síðan bara tilbaka á Ástu. Svona eitthvað að Kristurinn sem lifir boltanum að skoppa. Þetta er síðan frábær varnarleikur aftur hjá Kristurinu, kemur svo innkast. Keflavík að gera með þriðju skiptingu tilbúna. Mér að gera þetta vel en Víkingur Reykjavík ná boltanum. Good, Tara! Það var að Dröfn sem er að koma á velli. Fyrir nummer 28 Solveig Lind Magnúsdóttir. Keflavík skiptingu út af leikmanni 10 Dröfn Einarsdóttir. Og að vinna frá leikmanni 28 Solveig Lind Magnúsdóttir. Þetta er fínt spilina en Selin nær boltanum. Good, Olof! Víkingur er að vinna boltan réttur utan teig. Patience, good! Þetta er hættuleg sendingarna en halda boltanum samt sem áður. Þetta er fínt hlaupana hjá þeim. Mjög bolti fyrir markið, fínasti bolti. En þetta endar líklega bara í markspinnu eða hvað nær að halda hann að vinna á. Bolti fyrir markið, komið í burtu að Þóru. Ára Pála. Snakka komur hann upp en þessi bolti er svo fastur. Hann bara sparkaði hann í burtu. Víkingur komnar aftur með boltan. Again, Olof, again!
Ekki bara stumman akkurat núna. Hættuleg sending þarna en vel gert hjá Svanhildi. Keflvíkingar komnir aftur með boltan. Þetta er innkast sem að Víkingur Reykjavík eiga. Rétt rúmar 10 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Staðan er ennþá Víkingur Reykjavík 0, Keflavík 5. Það var brotið á henni eða hvað, já. Það var eftir dómur, hún er að fara í bókina sýnist mér. Það er Þóra sem er að fara í bókina fyrir þetta brot. Möguleiki fyrir Víking að skora sitt fyrsta mark í þessu leik. Bolti fyrir markið, komum í burtu. Þessi bolti fyrir Selagóðar, Selín nær ekki að taka almennilega á mótunum. Það er möguleiki rétt fyrir utan teig, en frábær tækling hjá Natasha. Frábær tæklingana hjá henni, segi þetta aftur. Lára Pála. Þannig að koma hann inn fyrir. Þetta er gott að Amelíu er eins og frábærlega í vinnan aftur. Pála og Natasha snýr. Þannig að koma hann inn fyrir á Amelíu en móttakan svíkur hann aðeins þarna. Og þetta rennur bara í fangið hjá Höllu Margrét. Fastur bolti. En aftur eru Keflvíkingar að vinna þennan fyrsta og annan bolta. Kara Petra með frábæran bolta en upp á hægri kantinn á Pálu. Ísabel, þetta er dauða færi, kemur hann fyrir markið. Það endar hjá Kara Petra aftur en móttakan ekki alveg nógu góð. Spurning hvort hún hefði bara átt að taka skotið í fyrsta þarna. Það hefði svo sem geta verið 7. mark þessa leiks. Og ég segi kannski að hún ætti að taka skotið í fyrsta, en sjáum hérna bolti fyrir markið aftur. Skallaði í burtu og þetta er brot á Natasha. Sýnist hún liggja eftir hana. Hún mist Elíasdóttir. Hún hafi fengið smá högg í lungun. Það hefur ekki verið þægilegt. Það er verið að leggja líkamann á línuna hér í þessu leik. Sýnist að vera alveg í lagi með hennar hins vegar. Nei, hún kominn aftur inn á. Mikil pressa sett á öftustu línu aftur. Halla kemur sér burtu. Natasha kemst inn á milli hins vegar. Það var Amelía. En lesa vel út úr þessu. Víkingskonur. Sendinginu upp, fínt spil en þetta enda bara hjá Þóru. Það geta búið til mikið. Víkingur Reykjavík. Þessi fáu skot sem þau hafa fengið hafa verið laflaus og beint á ostu. Það sé að vera bolti fyrir markið alltof fastur. Það endar hjá Höllu í markinu.
Við fastur bolti fram aftur. Fín móttaka. Hvað ætlar hann að gera við þetta? Með fínt hlaupina. En Andrés með frábæra tæklingu og nú möguleiki á enn eina skyndisókn hjá Keflavík. Þetta er vel gert hjá Amelíu, frábært hlaupin upp hægri kantinn. Snýr síðan líklega brotið á henni, já. Rétti dómar að mínu mati. Þetta er möguleiki á 7. marki Keflavíkur í þessu leik. Það er Ísabel með aukaspyrna, kemur hann fyrir markið. Bendar á Köru Petru sýnist mér, en það skot laflaust. Það eru komin að 3 og 4. Þetta gæti verið stórhættuleg skyndisókn. Með fínt hlaupin upp hægri kantinn. Kloppar hennar Selín inn á teiginn, en Selín gerir vel, kemur þessu í burtu. Boltinn út á Þór Hönnu. Það er vel gert hérna. Það er fínt hlaupina hjá Víking. Það er gert hjá Nadíu. Það er markahæst hjá Víking. Það heldur boltana vel hana úti á rétt fyrir utan teiginn, en enn inn á ferðina er skotið laflaust. Og beint á Ástu í markinu. Hár bolti upp í loftið. Hann lendir bara hana fyrir Köru Petru. Það leikir vel á Andís. Og Pálu og Köru. Þetta er frábært spilin hjá Keflvíkingum. Það var Natashin í teig. En maður ekki að halda svinna og þetta er markspinna. Keflavík verið að gera sína 3. og seinni skiptingu. Það er nummer 5 Berta Svansdóttir sem er að koma inn á fyrir Sigurrós Eir Guðmundsdóttir. Skiptingu hjá Víking og Tara Jónsdóttir út af og inn á frá Elisegi Ómarsdóttir hjá Keflavík og Selín Rúmf út af og inn á frá... Já, fyrirgefaður Selín Rúmf sem er að koma á velli. Ekki Sigurrós Eir. Fín móttaka hérna hjá Víkingum. Þetta er frábært hlaupinn að kemst inn á teiginn. En getur ekki gert mikið við að vera tvöföldið þarna. Því móttaka ekki alveg sérlega góð og Víkingar komnir aftur með boltann. Rúmar 2 mínútur eftir að þessu leik. Það er venjulegum leiktíma. Þegar fólki færi að segja áfram Keflavík væri alveg til í nokkur þau stykki í viðbót. Fastur bolti fram. Stjórkan í Ásta með slaka sendingu. Keflvíkingar að vinna boltan á. En það var það Kara Petra. Upp á Amelíu. Fínu hlaupinn á teig. Snýr vel en flottu varnarleikur hjá Víking þarna. Það er að koma sér burtu. Þessi sending. Nokkur slök.
get your line, Tamar, hálfa lína hér. Strók. Ef þeim ekki með, þú trókar. Salla rólar á boltanum núna. Þetta bæðilið búið að sætta sig við þessa niðurstöðu. Sverre nummer 3. Þannig upp á vinstri kantinn núna. Eldís. Það er vel gert hérna að Solveig reynir að koma fyrir markið. Þetta endar hjá Amelíu. Móttakan svíkur hún aðeins og hann að komast út í innkast upp á venjulegur leiktími liðinn. Og Keflavík gera sína síðustu skiptingu. Sýnist mér. Með 23 Herdís Birta að koma inn á. Fyrir nummer 16 Ísabel Jasmín Almarsdóttir. Ég streiknaði aðeins skiptingarna sem Keflavík hafa gert. Það er sem sagt mjög fínt spil hjá Víking. Og þetta er fín hraði. Það er Nadia Atladóttir, markahæst hjá Víking. Komin inn fyrir og hvað hann er að dæma víti. Víkingur Reykjavík er að fá víti hérna á 91. mínútu. Og síðan gult spjald einnig á Kristrúnu sýnist mér. Og mér sýnist að vera Stefáni Ásta sem er að taka þetta víti. Ásta Vigdís í markinu. Getur hún haldið hreinu. Þeir á 92. mínútu. Það verður möguleika til að gera það. Skotið og hún er að skora. Víkingur Reykjavík er að minnka munin í 5-1. Nú sem bara við reynir bara fyrir leikmanninn þetta mark. Ég held að séu allir að játa það að Keflavík sé búið að taka öll 3 stigin í þessu leik. 92 mínútur komnar, 5-1. Allar rólega á boltan núna, engin pressa. Natasja núna. Það er vel gert hérna á Pálu. Keflingar vinna boltan mjög ofarlega. Amalía gerir þetta frábærlega. Komin inn í teig, kemur hann fyrir markið eða hvað er inni skotið en þetta er í hliðarnetið og framhjá. Komin á 4. mínútu í uppbótartíma núna. Langur bolti fram. Come on, Bella, come on! Elisa, þú halda með 3. Það drífa sér núna eins mikið að geta Víkingur Reykjavík. Þetta er enga sem að Keflvíkingar eiga. Það er að líta á klukku sína, dómari leiksins. Turn them round, miss! Komin á 94 mínútur núna. Langur bolti fram. Næsta kemur út á móti og tekur þennan upp. Hann er að flauta til leiks loka. Loka tölur Víkingur Reykjavík 1, Keflavík 5.
Mörkin voru skoruð af þetta Pálu Ísabel og Þóru Kristín Klemensdóttir og síðan auðvitað þessi þrenna frá engum öðrum en Natasju Móru Anasi. Síðan var það Stefania Ásta Tryggvadóttir sem að klóraði aðeins í bakkann. En ég segi enn og aftur til hamingju Keflavík með þessi 3 stig og þetta komnar upp í Pepsi Max deildina. Það var ljóst fyrir leikinn í dag en alltaf gaman að sjá 3 stig. Ég segi bara takk kærlega fyrir mig og okkur og njótið þess að sjá Keflvíkingana fagna hér. Again. Nay.